Við lifum í óöruggara samfélagi heldur en við gerðum fyrir örskömmu og fólk hefur bara sífellt minni húmor fyrir því. Já, en ég líka hans að velta mig og segir fólk sé ekki að grunda þessu saman. Þú talar það sem fólk að tala bara þetta kaffihús og spjall og slíkt, eða kaffistofum. Hvað fólk að segja og hvað fólk að kalla eftir? Í rauninni bara að við getum ekki, ég talaði við Jónas Már Torfason hérna og hann veldi upp spurningunni, hann samfylkingarmaður sem á að heita vinstri en hann var svona svolítið hægri sinnar þessu. Og hann spurði einfaldlega hvað tæki það okkur langa tíma að aðlagast afgönsku samfélagi. Og þá veldi maður fyrir sér hvað tekur fólk langa tíma allir sem að kemur og að ræta svona reykja til Miðausturlanda, langa tíma að aðlagast íslensku samfélagi. Ég talaði við Jasmínu Cernat hérna á sínu tíma og hún sagði mér að þetta getur tekið 10 ár fyrir fólk að aðlaga samfélaginu. Þá fólk farið að velta fyrir sér hvort að við getum verið bara einhvers konar meðferðarheimili fyrir fólk frá Miðausturlöndum sem að vissulega býr bara ömurlegar aðstæður oft á tíðum, kemur á flótta, en ef að fórnarkostnaðurinn af því bara stórkostlega breytt landslag í demografíu landsins varðar menning og gildi, að þá viljum við ekki gera. Það held ég að sé þetta kaffistofu spjall sem að þú eða ég að vísi. En eru ekki sammála að þetta sé í raun kannski sambland? Þetta annars vegar að við viljum að fólk komi hérna og leggi sér fram við að aðlagast okkar samfélagi, reyni að læra málið og ná tökum á því, en að við þurfum líka að vera móttækileg og opin í að reyna að inngilda fólkið. Þannig að ef við gera það ekki, þá lendum við líka í því að fá fólk sem að upplifir óvelkomið, að fá ekki taka þátt í íslensku samfélagi og þá verða líka bara alvöru félagsleg vandamál sem að því miður kannski ekki þróast þannig að seinna meir lögreglan að koma inn í að þurfa að hafa afskipta fólki. Þannig að þetta samspil af okkur sem þjóð að gefa fólki tækifæri en vilja líka að fólk komi og leggi sér þetta mörkum. Við hljótum að geta að sammála það. Eða eru við bara komin á þann stað að ef þú kemur til Íslands og þú segjum hreint út, múslimi, að þá eigið þú bara ekki erindi að vera hérna.